Ok. Komið sæl og verið velkomin á IA-TV samstarfi Omnis á Akranesi á leik í Kára og Fjarðabyggðar. Örn Arnórsson heiti ég, Björn og Björnsson með mér. Þú þarna klúðraður svolítið rosalega. Já, ég gerði það. En við erum hérna komin á leik Kára og Fjarðabyggðar. Þetta er spennandi leikur framundan. Tvö lið sem að hafa mjög ólíka sögu síðustu ár. Fjarðabyggð náði hérna að toppa, hvað ár var það? 2015 var það svona líklega bara besta ár sem Fjarðabyggð hefur spilað. Þeir voru bara í toppbaráttu fyrstu deildar bara lengi vel en fór síðan síðan niður töfluna og endi í 7. sæti. Já. En það eins og varst að reykja hérna áður en að hljóðlaust. Áður, já. að þetta hefur verið mjög ólík saga undanfarin ár. Og það er svona þetta þau voru saman síðast í deildinni liðið 2013. Já. Og þar sem að Fjarðabyggð sigraði 2013 þriðju deildina á meðan að Káramenn verndu botninn það ár. Féllu niður en strax upp aftur og síðan þá hefur leiðin legið upp á við hjá þeim. Þannig að nú eru þau að mætast Kári á uppleið, Fjarðabyggð á niðurleið. Þannig að þetta er í rauninu margt mjög fróðlegu leikur. Já, og síðan 2015 þá mættist þessi lið í bikarnum þar sem bara Fjarðabyggð valtaði raun og veru yfir Kára 4-0 og Maran og Hilmar eins og eini sem er eftir í því Káraliði, allavega í hóp í dag. Hákon var í liðinu þá en hann er ekki í leikmannahóp í dag allavega. Nei, og þetta 2015 tímabil var mjög áhugavert tímabil hjá Fjarðabyggð. Það sem það voru ýmsir leikmenn sem voru að stíga sem fyrstu skref í meistaraflokksfótbolta, efnilegi leikmenn sem þeir ákveðu að taka inn. Brynjar Þór Gestsson sem þjálfar IR núna, hann var að þjálfa og tók ýmsa stráka eins og Bjarnar Mark Duffield sem er að spila með KA núna, Brynjar Jónasson sem er í HK, Elvar Inga Vignisson sem fór í IBVF eftir þetta tímabil með Fjarðabyggð, Ingvar Ásbjörnsson sem lék með Leikni Reykjavík í gær og þetta voru rosalega margir ungi strákar, rosalega ferskt lið og skemmtilegt, en ég veit ekki hvað gerðist eftir þetta. Þessi menn hurfu bara brott og einhvern veginn fjaraði út og næsta tímabil eftir endur í síðasta sæti í fyrstu deild, ömurlegt tímabil og tímabil í fyrra endaði í 8. sæti. Sem að eins og komst inn á, ég heyrði þið segja, það gaf ekki rétta mynd af því tímabili hjá þeim. Nei, út af því þeir voru bara í svo miklu ströggli og voru í fallbaráttu, bara í fallsæti, bara mjög lengi vel. Það var eiginlega bara ömurlegur endir KVF sem bjargaði þeim frá falli. Já. En ég held að nú styttist í leikinn, það var eiginlega sorglegt að þetta spjall okkar hérna áðan skildi ekki skila sér út, að það voru tæknilegir örðuleikar sem við þurftum að laga, en það er eiginlega komið tími á byrjunarliðin og sjáum hérna byrjunarlið Káramanna ef að Og Káramenn eru búin að mista eitt leikmann í vikunni, Alexander Már Þorláksson. Já, það er náttúrulega stóra frétt vikunar. En við sjáum að Andri Júlíusson er kominn hérna inn fremstur til þess að leysa þá stöðu sem það er nú ekki allslæm skipti það. Nei, alls ekki, bara mjög fínt. En þarna sjáum við fyrir aftan hann á miðjunni Marinó, Hilmar, Pál Sindra og Eggert Kára og síðan þar fyrir aftan Guðfinnur og Guðlaugur Þór. Í vörninni Þór Lórens, Birgir Steinn, Sindri, Óskar Vasilevski og Gunnar Bragi. Þetta er nánast sama byrjunarlið fyrir utan náttúrulega Alexander Már. Nei, reyndar vissulega svolítið óvænt staða í markinu. Gunnar Bragi Jónsson, mjög óreyndur markmaður í raun og veru. Já, hann leysir Guðmund af. Leysa Guðmund af sem er ekkert mjög reynslumikill heldur. Nei, en hann átti fína leik á móti Hetti. Mjög flottan leik á móti Hetti. Og Allan Freyr á varamannabekknum, varamarkmaður, Oliver Darri, Jón Vilhelm, Hlynur Sævar. Jón Vilhelm náttúrulega kom inn á og breytti leiknum, var Snorri valdi hann mannleiksins í bikarleiknum á móti Hetti. Hlynur Sævar, Brynjar Snær, Ragnar Már sem að skoraði einmitt líka 2 mörk og lagði upp í bikarleiknum daginn. Því miður höfum við nú ekki liðsuppstillinguna hjá Fjarðabyggð, en svona er liðið skipað hjá þeim. Þarna kannski ber hæst
Sjáum til Milos Peric í markinu, hann spilaði megnið af síðasta tímabili, spilaði alla leikinn nema einn í deildinni fyrra. Marino Máni Atlason, Milos Vasiljevic sem spilaði alla leikina síðasta sumar, Mate Koric sem kom fyrir þetta tímabil frá Króatíu. Já, Javier Angel Del Cueto Chocano sem kom frá Leikni Fáskrúðsfirði. Já, Jóhann Ragnar Benediktsson búinn að vera lengi þarna. Aleksandar Stojkovic, Milan Stavric, Nikola Kristin Stojanovic, Adam Örd Guðmundsson og Hákon Ívar Ólafsson sem fekk leikheimild í dag, kemur með Pepsi-deildarreynslu og fyrstu deildarreynslu með Grindavík. Já. Og spila sinn fyrsta leik fyrir Fjarðabyggð í dag. En ég sé það að markahæsti leikmaður Fjarðabyggðar í fyrra, Zoran Vujovic, sem allavega samkvæmt KSI.is skráður leikmaður, inn á heimasíðu þeirra, skráður leikmaður í Fjarðabyggð. Hann ekki í leikmannahópnum í dag, ég veit ekki hvort hann ennþá þar. En við sjáum þar líka Stefán Þór Eysteinsson sem var einn af leikjahæstu mönnunum þeirra í fyrra. Hann kominn aftur, hann ekkert búinn að spila með þeim í vetur nefnilega. Stefán Þór. Ég hélt að hann væri hættur. Þetta búinn að líkill leikmaður síðustu ár fyrir Fjarðabyggð, búinn að vera fyrirliði lengi vel og það mikið fagnaðarefni að hann sé kominn aftur inn í hóp Fjarðabyggðar. Já, algjörlega og við skulum kíkja hérna á kanni dómaralegsins, heita Arnar Ingi Ingvarsson, Daniel Ingi Þórisson og Eysteinn Hrafnkelsson honum til aðstoðar. Óskum við þeim að sjálfsögðu góðs gengis. Ég var nú svo sem með þessa stöðutöflu, hún segir nú ekki margt eftir eina umferð, tæpa umferð, en Þróttur Vogum náttúrulega byrjaði með látum í gær, með sigri á móti Huginn og Grótta vann Tindastól stórt en önnur lið gerðu jafntefli í spennandi leikjum. Þá ganga liðin hérna inn á völlin. En maður búinn að bíða spenntur eftir að sjá Káraliðið byrja að spila í annarri deildinni af því að þeir voru nokkru númerum á stóri fyrir þriðju deildinni fyrra. Þetta verður mjög áhugaverður leikur að sjá bara hvar þeir standa í raun og veru í þessari deild. Já, og líka áhugavert að þetta náttúrulega staðan sem að Káraliðið í eins og þetta að missa Alexander Má sem var nú ónotaður varamaður hjá IA í gærdag. Að missa svona sterkan pósti vegna þess að þeir spila mikið upp á hann, leita mikið á honum þar sem hann gríðasterkur í loftinu, góður að halda bolta og fleita honum á aðra. Andri Júlíusson, allt öðruvísi leikmaður. Algjörlega, þeir eru alveg, hann þessi maður sem bara hlaupandi og það svona djöfulgangur í honum. Já. En Alexander svona svipaður leikmaður kannski á Garðar Gunnlaugsson, maður sem getur haldið boltanum, skilar honum sterkur í loftinu og target center frekar sko. Já. En eins og við sögðum líka áðan, það var svo margt sem við sögðum þegar við getum örgulega þá bara sagt það aftur. Á meðan leik stendur maður að fara að ríða upp ýmislegt sem maður sagði hér fyrir leik. En þá þetta stærsti leikur Kára. Já. En hann verður fljótlega ekki stærsti leikur Kára og Kári alltaf að bæta sig og komist í 16-lega úrslit bikarsins og keppa múti Víking 30. maí minnum mig og þar munum bræðið berjast. Arnþór Ingi Kristinsson og Sindri Snæfellsnes og það verður skemmtilegt. Ég veit ekki með þig en það kitlaði mig mjög möguleikinn á IA Kári í 16 úrslitum. En hann er 8-lega úrslit. Hann ennþá séns, það verður bara ennþá stærra en ég veit að Lúðvík Gunnarsson þjálfari Kára, honum leist ekkert á það. Nei, en Jón Vilhelm aftur á móti, hann var aðalveg á því að hvernig færi það til dæmis eins og strákarnir sem eru samningsbundnir í mætti þeir spila þann leik? Það verður mjög furðulegt í raun og veru eitthvað stemmingi að þeir myndi slast á. Já, í rauninni það nú ofta einmitt þannig að lánsmenn eru í rauninni ekki leyfilegir og þá ég að meina sem samkomulega liðana að þeir megi ekki spila á móti hvort öðru en leikurinn farinn á stað. Já, Kára menn sem eru hér með boltan og Sindri skiptir yfir á Marino. Fín varnarvinna hérna. Sýnist nú Fjarðabyggðarlið stilla upp í svipakerfi 4-5-1, 4-3-3 allavega með 4 manna varnarlínu og 1 frammi þannig að
en hér eru það er Milan Stravić sem var þarna með boltan, örfættur Serbi sem hefur lengst að spila í serbnesku B-deildinni, þannig að hann ætti nú að vera nógu góður fyrir íslensku C-deildina, myndi ég ætla. Já, þetta er nú bara að skella í burtu, en það er Fjarðabyggð sem er ennþá með boltan hér í dag. Þarna var ekkert kannski með sólan á undan sér. Já, réttilega dæmd aukaspyrna. En þetta er hættulegur staður. Já, þetta er frekar hættulegur staður fyrir aukaspyrnu. Og þarna er Aleksandar Stojković stumrar yfir þessu, ætlar að væntanlega að snúa hann út í teginn, sýnist mér á öllu, en Mate Koric er nú búinn að skipta við hann. Kemur með fyrirgjöf væntanlega hér, já, inn á fjarstöngina. Svolítið há. Þór skallar þetta frá. Já. Nei, Andri er að reyna að koma á Marino, en misheppnuð sending. Fjarðabyggð spila svolítið með svona blanda af ungum austfirðingum og í blandi við, já, svona eiginlega bara útlendingar, hreinlega. Það eru efnilegir strákar þarna hjá Fjarðabyggð, menn eins og Adam Örn Guðmundsson sem er fæddur 2001, 17 ára þessu ári, spilaði 16 ára gamall í fyrra 15 leiki fyrir Fjarðabyggð í annarri deildinni. Og Óskar skallar þetta yngast. Hákon missi boltan hérna. Þetta er svolítið Andri Július er ekki sáttur, Marino slepp í gegn. Þarna menn eru svolítið með sólinu undan sér. Já, ég er svo sem ekki hissa á Andri, þetta var hættuleg tækling. Já, hún var það. Fín, nei, Marino dæmdi rangstæður. Það fær tiltal. Það var samt ekki, það er rétt, það var ekki þessi. Það er náttúrulega lifandi góðsögn á austurska mælikvarða hérna í vinstri bakvarðarstöðunni hjá Fjarðabyggð. Já. Sjálfur Jói Ben búinn að vera lengi í boltanum, spilaði náttúrulega lengi með Keflavík. Já. Í góðu liði hjá þeim sínum tíma. Ásamt þeir fylgdist svolítið að hann og Hjálmar Jónsson sem að svo endaði náttúrulega sem atvinnumaður í IFK Gautaborg. Tveir austfirðingar. Annar austfirðingur sem spilaði náttúrulega með Keflavík var Eysteinn Hauksson í mörg ár, en býtum við. Þetta er lögulegt. Það er sérstakt býtum við. Já, það er nú svona sérstök staðreynd að í ekki stærra sveitarfélagi en Fjarðabyggð séu tvö
ég ætlaði sko, þetta það sem ég ætlaði, ég var að fara inn á pólitískar nótur Já, það var alveg, Þetta býttu bara róluðu sko, þetta ég kemur sleggju eftir sko, ég er að fara að æsa upp í Austfirðingum? Já, en ég hafa verið líka að koma fram að ég, að ég er náttúrulega, hjarta slær. Fyrir austan? Já. Að í Neskaupstað. Já. Tengdason í Neskaupstað. Já, við skulum hafa það alveg á hreinu en hér er Páll Sindri að fá boltan inn fyrir. Þetta hafði Páll, býttu nú við, Þetta var þröngt færi. Ég var bara að pæla hvort Páll hefði getað sett hausinn í þetta bara fyrst. Já. Bara beint á markið, en já, þannig að, og ég er nú bara hálfgerður sko, ég blag húligan sko. Já, það er svoleiðis. Já, ég fylgdi kvennaliðið Þróttar í allan vetur. Já. Enda þær voru með yfirbura besta liðið. Deildameistaratitil, bikarmeistaratitil og Íslandsmeistaratitil. Já, alltaf gríðarleg blakkhæð á Neskaupstað. Já, það er það. En Fjarðabyggðarmenn svona eru að pressa Káraliðið svolítið niður og Káramenn virðast ætla svona reyna að sækja hratt þegar þeir geta. Já. En Fjarðabyggðarlið verst mjög þétt. En frábært spil, Eggert Kári kominn hérna í gegn og leggur hann, þeir ná að verjast. Komast í fyrir boltan, þetta var vel spilað hjá Káramönnum, þetta er bara Andri vinnur boltan snirtilega. Já, 6 erlendi leikmenn í byrjunarliði Fjarðabyggða. Er það svo? Samkvæmt, allavega með erlend ríkisfang. Jú, það er rétt hjá þér. Það er svolítið mikið. Og þó að það er hérna Nikola Kristinn Stojanovic sem hann ber í erlend ættarnafn, þá er hann Íslendingur á íslenska móður. Þannig að hann teljum við ekki með sem erlenda leikmann að sjálfsögðu. En ungur leikmaður, heimamaður, Páll Sindri. Þeir verjast fimmlega á það hornspyrna, fyrsta hornspyrna Káramanna. Ég taka þetta stutt bara. Þór Lorenz, flottur bolti. Stojanovic nær að skalla þetta frá. Stojkovic fyrirgefi. Húskar. Þetta fór í hendina á honum en erfitt að dæma. Slök sending. Það eru Káramenn sem er að halda boltanum hérna í vellinum og svona stjórna leiknum að miklu hluta hér fyrstu 10 mínúturnar þótt að færin Rámstöðar, já þetta er alveg rétt. En þeir eru verið að vera nokkuð skipulagðir Fjarðabyggðarmenn. Það eru vantanlega Fjarðabyggðarmenn sem eiga þetta innkast. Stojkovic þarna í baráttunni. Kemur Jói. Þetta er langt, of langt. Já. En svo ég byrji nú bara á þessu sem ég ætla að ná. Já, ég bara get ekki hugsað annað. En þá er það þannig að það er rosalega það geta mörglið, flestlið, við sjáum það til dæmis Magna Grenivík núna, ef þú leggur pening í liðið, kaupir útlendinga og já, Íslendinga líka, þá
þá geturðu haft það fínt í nokkur ár sko. Já. 2-3 ár, ég veit það ekki, fyrstu deild og eitthvað. Mér finnst það svolítið að sem Fjarðabyggð eins og 2015 var svolítið virðist vera hugsunin og fyrir allt hérna í vaskinn eftir það tímabil að mér finnst menn bara ekki hugsa nógu langt. Nei. En það virðist vera hérna í dag að sjá unga leikmenn og svona en full mikið kannski af útlendingum í bland. Og síðan það náttúrulega, hérna fín sending, en ballinn ekkert í boltans. Og síðan það bara fíflagangur að það séu 2 lið í annarri deildinni úr Fjarðabyggð, bæði Fjarðabyggð og Leiknir Fáskrúðsfjörður. Nú bara besti vinur þinn sem þjálfar hérna Leikni. Og þarna vilja þau fá brú, ég held að það hafi ekki verið neitt á þetta. Nei, enda líka ríkur hann á fætur. Já, ég hef sko mikið velt þessu fyrir mér einmitt líka, en það virðist vera að það sé, þrátt fyrir sameiningu þessara sveitafélaga í Fjarðabyggð, að það nái ekki að kvitta út þennan ríg. Nú samstarfi í einhverjum yngri flokkum í kvennaboltanum, mögulega hefur verið í gegnum tíðina. Akkurat. Að það skuli ekki vera hægt að stíga þetta skref og þá það sama. Fjarðabyggð ekkert eina sem ég hugsa þar. Nei. Fyrir mörgum árum síðan þegar ég var nú leikmaður Hattar, þá var sameiginlegt lið Hugins á Seyðisfirði og Hattar á Egilsstöðum. Þar, ég tala ekki með að koma jarðgöng gegnum Fjarðarheiði. Þarna erum við með 4 lið á mjög litlu svæði sem eru að spila í sömu deild og ég ímynda mér bara að með sameiginlegum liðum væri hægt að ná miklu hærra og meiri árangri. Ég held að það sé bara og betra uppeldisstarfi líka sem er mjög skipta mestamál. Klárt mál og þetta, núna þarf það þarf bara að fara að koma hérna Austfirðingar verða nú bara að fara að koma sér í það að fara að hugsa held ég lengra heldur en þetta. Þetta er algjörlega fráleitt að vera með svona lítið lið sem að hoppa á milli annar deildar, fyrstu deildar og það, sko, Leiknir Fáskrúðsfjörður ævintýrið var eitt magnaðasta sem ég man eftir hérna á Íslandi, en það mikið til uppaldi leikmann. Já, kjarninn var heimamenn, þó svo ef þú lest leikskýrslurnar þarna þá sérðu fullt af útlendingum, en útlendingarnir voru ekki aðalatriðið í þessu liði. Nei. Vegna þess að þeir voru til þess að smíða, liðið var smíðað í kringum kjarna heimamanna og það akkurat þannig á þeim forsendum sem maður sætti sig í rauninni við þetta. Já, en ég held bara núna að það þurfum bara að koma að því að Austurlandi það nú bara freignast stöðugt og gott. Fjarðabyggð á góðan séns að vera stöðugt og gott fyrstudeildarlið. En menn þurfa bara að hugsa, núna þurfa menn aðeins að fara að hugsa skynsemi og hérna, eins og ég segi, mér finnst sko að Fjarðabyggð og Leiknir Fáskrúðsfjörður sem spila bæði annar deild að keppa við hvort annað, ekki annað en bara fíblalegt. Já, og ekki bara keppa inn á vellinum heldur að jafnvel að þá að keppa leikmenn og svo framvegis. En kannski að leiknum, það svo sem lítið að gerast þannig að við höfum fengið ágætis tækifæri til þess að tjá okkur hérna knattspyrnumál á Austurlandi. En þetta er náttúrulega víðar sem að þetta má hafa í huga og grundvallaratriði finnst mér vera fyrir hvern verið að halda út í fótboltalið. Nákvæmlega. Og ef það er ekki fyrir heimamenn, þá til hvers? Nákvæmlega, og þess vegna er ég að segja, það er hægt að gera eins og Magni Grenivík og Fjarðabyggð gerði 2015 og eitt peningum í alls konar dæmi og Guðlaugur komin í skotfæri, þetta er glæsilegt frábært mark! Fór hann í einhvern veginn að þetta virtist vera mjög furðulegt. Upp úr engu. Þetta var algjörlega... Ég bara skil ekki alveg hvað... Misreiknaði markmaðurinn svona á boltanum, hvað gerðist? Flugið á boltanum gat til kynna að þarna væri einhver snerting á leiðinni, en ég verð að viðurkenna að þá snertingu sá ég ekki og heyrði ekki að boltinn hefði farið í einhvern. En virkilega frábært mark hjá Guðlaugi. Þá kannski fer að lifna aðeins yfir þessu. Það er Andri, þeir eru strax komin aftur í sókn, nei. Þarna brýtur. En eins og ég segi, til að loka umræðinni,
það hægt að gera eitthvað í einhvern smá tíma, eitt peningum og allt það, en fyrst og fremst þarf fólk að hugsa bara nærumhverfið, búa til góðan vettfang fyrir unga stráka á Austurlandi til þess að alast upp og þroska sem leikmenn í, og það ekki gert með þeim hætti sem nú Nei, en svo myndu örugglega einhverjir fyrir austan hugsa, býtu, þið getið trúttum talað búandi á Akranesi sem að hefur ótrúlega mikið af fótboltamönnum og alltaf úr nóga mönnum að velja og svo framvegis, en hérna við verðum að hafa það alveg á hreinu, við erum ekki að tala niður til eins eða eins hérna. Nei, við erum að tala frá hjartanu, það verður báðir innvinklaðir inn í þennan austfirska heim og hann stendur okkur nærri. Já. Og hérna, en síðan það hafa alveg, ef við sjáum til dæmis bara Björgvin Stefán og Kristófer Pál sem fara frá leikni Fáskrúðsfirði eftir að þetta eru flotti leikmenn í fyrstu deildinni, mjög flotti leikmenn, og við sjáum hérna Adam Örn 2001 módel sem inn á Fjarðabyggð, og þetta, það bara vel hægt að gera þetta. Já, Nikola Kristinn 2000. Já, nákvæmlega. Og síðan með svona mönnum við svona eins og Stefáni Þór Eysteinssyni sem hafa verið lengi, og það vel hægt að byggja flott lið. Guðlaugur, Finnur, Marino, Káramenn eru hættulegri. Já, þeir eru beinskeyttir hérna. Páll missir jafnvægið þarna, en nær að koma þessu fyrir. Það Javier sem að skalla frá. Birgir Steinn gríðasterkur í loftinu. Það Þór Lórens dæmdur brotlegur. Já. Það spurning hvort að þetta mark slær Fjarðabyggðarmenn út af laginu eða? Já, Fjarðabyggð hefur, þeir hafa ekki átt færi hér í þessum leik. Nei, þeir fengu hornspyrnu hérna mjög snemma leiks og aukaspyrnu á hættulegum stað, en þeir hafa ekki náð að ógna mikið í vörninni. En síðan þetta að segja þannig lagað það sama með Kára og svo sem, sko, þótt að þarna var Nikola með skot, fyrsta svona skotaða marki. Hérna, Kári hefur átt takmarka að færum, sko. Já. Það slatta fótbolta á Íslandi í dag. Það þessi eini leikur sem síðasti leikurinn í fyrstu umferð annar deildar, en síðan verið að spila í Mjólkurbikar kvenna í dag. Þróttur Víðir tekur á móti Hvíta Riddaranum, Fjarðabyggð Höttur tekur á móti Völsungi, Grótta á móti Tindastóli klukkan 4 og svo Einherji á Vopnafirði á móti Sindra klukkan 17. Fjarðabyggð Höttur komið 1-0 yfir gegn Völsungi. Önnur úrslit höfum við ekki á hreinu. Pepsi-deildinni eru spilaðir 3 leikir í dag. IBVF tekur á móti Fjölni, Fylkir á móti KA og Stjarnan á móti KR. Kári að halda, nei. Það Guðlaugur. Þór nær ekki að koma þessu fyrir, en hann heldur boltanum. Andri dregur sig aftarlega hérna. Páll Sindri í rauninni í hans stöðu akkurat eins og Já. Birgir þessi óvinnalega. Mílós í markinu, hann vel hreyfanlegur út í teginn, grípa inn í þessa löngubolta.
Náttúrulega svo sem glimtist að hjá okkur áðan að minnast á það að þjálfari Fjarðabyggðar er Dragan Stojanovic, búinn að vera lengi í bransanum fyrir austan, var leikmaður KFA á sínum tíma. Já, en hann er búinn að þjálfa í Völsung held ég síðast. Er það ekki rétt munað hjá mér? Dragan Stojanovic spilaði einmitt líka með Stjörnunni á tímabili. Eftir hann var fyrir austan og fór svo aftur. Ég þekki það ekki. Já, en hann spilaði með Þórsurum held ég. Hérna í fyrstu deildinni. Já. En var frábær leikmaður, manni eftir. Og er frekar einslu mikill þjálfari. Þór Káa. Og hann er einmitt pappi Nikola Kristins. Já, já. Þannig að Gunnar í markinu. Nei, þessi fyrir bara upp í rjáfur. Það var eitthvað skrítið við að horfa hérna á fyrstu deildarleik í höllinni. Já, innanús. Sem betur fyrir var hann inni samt. Veðrið hérna var náttúrulega ekki til útflutnings. Nei. Ég vissum að þið þurfti að stöðva leikinn nokkru sinnum þegar verstu élinn gengu yfir. Ekkert Kári gera sér seganum þeirri. Rífaleg mistök. Já, þetta er ekki nógu gott. Já, Matti Korris bara fékk boltan hérna frá honum án fyrirhafnar. Nákvæmlega og ekkert börjað séðan á honum. Hefði hægilega getað fengið gult spjald þarna svo sem að mínu viti. Það er Matti sem að tekur þessa aukaspyrnu. Hún er flott, en beint á Gunnar. Var það Alexander? Nei, hver var það sem átti skallan? Ég sá ekki hver átti skallan. Hvort það var Javier eða Milos Vasiljevic. Annar af tveimur leikjahæstu mönnum Fjarðabyggðar í fyrra, Vasiljevic. Milos. Já, þeir komast lítið áleiðis. Já, það er rétt, það er að vanda svolítið upp á hugmyndafræði sóknarleiksins. Hérna, fyrstu mínúturnar. Þetta er nú flott. Fín sending, en líka það að Káraliðið er að verjast á mjög þrengja svæðið mjög vel. Varnarlínan liggur hátt og stutt í fremstu menn. Marino er svona við það missa hann frá sér, en ómetanlegt fyrir stráka eins og Þór Lorenz og fleiri, Óskar Vasilevski að hafa lið Kára til þess að ná sér í reynslu í meistaraflokksbolta. Strákar sem að komast þarna vilja Fjarðabyggð. Ég held að þetta hafi verið góð tækling hjá Óskari. Ég held líka að þetta hefði verið aukaspyrna ef þetta hefði verið brot. Já, Ekkert Kári kominn inn á fleygiferð. Hann er með Pál Sindra og Marino með sér, en fín varnarvinna hjá Milos. Kemur Nikola. Áhugaverð sending, aðeins og einanlega. Já, 25 mínútur liðnar, staðan ennþá 1-0 fyrir Kára. Mark Guðlaugs skilur liðin að. Já, frábært mark. Virkilega gott. Guðlaugur er að vera mikill markaskorari. Hann skora svolítið í vetur. Já, hann skoraði þrennu í bikarleik gegn, ég man ekki hvort það var á móti Elli eða Herði. Þetta var á móti Elli eða? Það ekki? Jú, ég er ekki frá því. Jú. Það er einn leikmaður í Káraliðinu sem hefur heillað mig mjög mikið. Það sem, nei, Ólífur, það er svona ekki. Fín pressa hjá Andra. Já, hver er það?
leikmaður sem komur óvart þekkti lítið til hans en Birgir Steinn Erlingsson í vörninni hefur algjörlega verið frábær fyrir Kára á þessu undirbúningstímabilinu, núna í bikarleikinu líka. Og já, hann gríðarlega hávaxinn og sterkur í loftinu. Já, bara mjög solid í eiginlega öllum aðgerðum. Já, hann fínn félagskapur fyrir Sindra hérna í miðju vörninni. Já, þeir hafa náð vel saman líka. Kemur sendi hérna fram á Pál Sindra sem liggur framalega, leggur hann tilbaka á Marino sem kemur á ferðinni. Leggur hann út á Andra Júl. Það var Guðfinnur. Hittur hann fyrir. Þetta innanlega og Mílos í markinu. Grípur þetta snöggur að koma honum í leik. Það nú áhugavert, það leikmaður hjá Fjarðabyggð í treyju númer 11 sem ekki á leikskýrslu. Nei, það eitthvað klikka í að setja. En hann það ekki getur þetta verið Adam? Ég held það nefnilega sko. Já, sem á leikskýrslu númer 23. Já. Vel spilað. Já, virkilega vel gert. Eggert. Óskar með honum hérna út í hægra megin. Fær hann, fastur fyrir. Fínn bolti. Það Mílos sem kemst fyrir og nafni hans í markinu kýlar það frá. Birgir, full rólegur hérna. Þetta kæruleysi. Fjarðabyggð og vel varið hjá Gunnari hérna. En þarna gerði Birgir til sekanum. Já, þetta alveg típist. Kæruleysislega mistök. Ef maður fyrir að hrósa mönnum, þá það nú bara, kemur það í baki á manni. Það fara varlega í það. Já. Þetta var Adam Örn. Þetta var Adam Örn. Já. 2001 módel, 17 ára gamall, gríðarlega efnilegur strákur. En það spyrnu sérfræðingur hérna, Mate Koric, sem tekur þessu hóttspyrnu. Maja, hárgreiðslukonan í Neskjöpsstað. Hún mamma hans. Ég get svona slegið mig svona. Já. Sýna fólki hvað ég vil af mér. Já. Þetta skallað frá. Páll Sindri missir hann framhjá sér. Kemur skot en það vel framhjá. Það var Marino Máni sem átti þetta skot. Svo sem fínt einmitt að klára með skoti. Já. Þór. Hann snýr, skiptir svo hérna yfir á Eggert Kára. Og Andri. Eggert kom í dauðafærin, frábær markvarsla hjá Mílos. Þarna held ég að hreinlega við varum að fara að komast í 2-0. Já. Þetta frábært færi en þetta var algjörlega frábær markvarsla. Þetta var áhugaverð sending hjá Andra, hann vippaði honum bara í belgina á honum. Já, þetta gerðist einhvern veginn óvart og Eggert Kári einhvern veginn skyndilega komin einn inn fyrir. Já, en þvílík markvarsla hjá Mílos. Kemur hotspinnan, hún skölluð frá. Óskar lætur bara vaða. Já, skemmtilegt. En þarna hefði staðan hæglega getað orðið 2-0. Já. Verður að segjast. Ég myndi að menn og Eggert Kári sé óánægður með að hafa ekki náð að klára þetta. Það verður ekki tekið af Mílos Peric í markinu. Nei, það svo sannarlega. Vel gert. Og Óskar, Eggert fær hérna. Hákon hirti hérna boltan á honum og Adam komin inn fyrir hérna. Þetta og mark. Bara mark, jöfnuna mark. Hann búinn að vera þeim hættulegur hérna síðustu mínútur, Adam, og hann skorar hann bara. Já, nánast, það munaði engu að
Gunnar var í þessu. Já. Munið engu að við værum komin í 2-0 og þetta er svona fótboltinn, maður. Já, það er stutt á milli í þessu. Gríðarlega. En virkilega vel gert. Já, Adam, yngsti maðurinn í Fjarðabyggðarliðinu. Ég held hreinlega þessi fyrsta deildamarkið hans. Já, en hérna ekki að fullera neitt það. Sluppuður í gegnum miðja vörnina á milli hafsendana hjá Kára. Akkurat. Og ég efast að Lúðvík sé ánægður með varnarvinnuna í þessu tilviki. Nei, það efast í stórlegum. Þetta var eiginlega bara heldur auðvelt. Já, þetta er í rauninni gríðarleg sveifla. Óskar að læðast hérna aftur fyrir Jóhann. Leysa þetta vel, en fyrirgjöfin ekki góð. Það er svona að lifna yfir leiknum eftir svona kannski rólegan fyrri helming fyrrihálfleiks. Og Fjarðabyggðarmenn eru svona brattari fram á við. Já, þeir eru að sækja sér veðrið. Ekkert kemur upp á þessu. Nei. Hér er hægt á ferðum. Milan Stavric kominn inn á teig og hann reynir skot. Þetta var skrítin ákvörðun. Mjög galin ákvörðun. Hann var með 2 menn í teignum með sér og fastur fyrir þarna. Miklu hættulegri heldur en skot nokkuð tíðan. Já, það er einhver smá skjálfti í Káramönnum núna. Já. Þá er að gera einmitt að halda boltanum í smá stund, reyna að fá smá sjálfstyrst eftir. Nú vilja þeir að þeir pressi á Gunnar í markinu. Hann kemur með hann langan hérna. Eggert Kári nær ekki að halda þessu inn á. En heldur að hafa ykkur áhrif á Kára þeir séu með 120 mínútur í fortelskinu frá því bara fyrir 50 síðan eða ekki? Það gæti nú vel verið. Margir af þessum leikmönnum spiluðu allar þær 120 mínútur. Þarna er aukaspyrna á Guðfinn. Já, þetta er hættulegt. Já, þetta er líka bara klaufalegt. Þetta er einhvern veginn sleppa ég að vera með hendurnar hérna. Og þetta er bara þú farið ekki betri stað til þess að taka aukaspyrnu. Nei. Og mér svona finnst á þeim aukaspyrnum sem hann hefur tekið hann númer 5. Já. Hann heitir Koric. Já, þær hafa verið mjög fínar sko. Já. Þannig að hann virðist nú geta skotið boltanum og en þeir eru nú 2 hérna núna. Stojkovic er hérna með honum sýnist mér. Króatinn og Serbinn. Já, það er Stojkovic. Þessi var ekki langt frá. Nei, þetta var fín spyrna. Sett hann bara hann í fjærhornið.
Gunnar, þetta er ekki Ráður. nógu gott. Já. Finnst einhvern veginn eins og það sé meiri meðbyr núna hjá Fjarðabyggð? Já, það þykir mér líka að þeir séu svona líklegri. Adam, nei, þetta er ekki Adam. Marino kennir sér meins þarna, fengið eitthvað högg á andlitið, sýnist mér. En algjörlega óviljandi. Það var hérna í okkurum viðskiptum við Milan Stavric. Og Þór sparkar þessu alveg tilbaka á Peric. Þór vinnur hennar bolta. Stingur síðan hérna fram á Pál Sindra. En það rennur út í sandinn. Hægri kanturinn hjá Fjarðabyggð, Marino og Adam, ungi strákar, þetta eru systrabörn. Já. Þannig að það eru fleiri stöðum heldur en þar sem eru fjölskyldur inn á. Já. Þarna stöðvar dómarinn leikinn þar sem að leikmaður Kára liggur. Það voru ekki ánægðir með það, Fjarðabyggðarmenn. Það var Guðfinnur, sýnist mér. Hann er staðinn á fætur. Já, þá fer þetta að rúlla stað aftur. Annað dómarakastið hérna á mjög stuttum tíma. Já. Í leik Fjarðabyggðar Hattar og Völsungs staðan orðin 1-1 í Mjólkurbikar kvenna. Já. Það er eflaust einhverjir sem eru að horfa á þessu útsendingu sem að hefði viljað fylgjast með þeim leik líka. En hérna pressar Eggert Kári á Javier en hann leysir þetta vel. Óskar kemst síðan í boltan. Eggert missir á honum. Stojkovic með skrítið skalla hérna. Andri Júliusson nær honum. Nei, Eggert Kári með slæma snertingu hérna og Adam stingur fram á Koric. Sindri stoppar hann og er dæmdur brotlegur. Gat ekki betur síðan að Sindri hefði skalla boltan. Ég held að Sindri hefði verið sá sem náði boltanum þarna. Ég er nú bara eiginlega sammála Sindra þarna. Býtur við, var hann kominn með gult spjald? Nei. Hann byrjar á sínunum gult spjald og síðan rautt. Hvað er maðurinn að gera? Nú skil ég ekki alveg hvað átti sér stað. Þetta er 2 gul og rautt eða? Var það út að hann sagði þetta er boltinn? Hann sagði, ég heyrði hvað... Það fyrir mótmæli, ef að þetta er áherslan, ef hún er svona veik og svona hörð, meina ég. Ég heyrði, það sem ég heyrði, hann öskraði vissulega, Sindri, hann öskraði, þetta var boltinn. Það var það sem ég heyrði. Ég heyrði ekki hvort að það voru önnur orð sem... Hann sagði allavega ekki aumingi eða skoffín eða... Nei. Nú skil ég bara... Þetta er rosalega daburt, finnst mér því miður.
Við þurfum að fá að vera með svona, við þurfum að vera með einhvern svona dómara sérfræðing í setti hérna til þess að vísa í vegna þess að ef að þetta í samræmi við þær áherslur sem á að dæma eftir í sumar þá erum við komin í óefni af því að eins og sagðir það var ekki að sjá að heyra að Sindri væri með neitt dónaskap eða neitt slíkt. Hann öskraði samt sem áður á hann. Hörðu, þarna gróft brot. Það eins gott hann segir. Og Andri, hann viðurkennir. Hann ekki... Jói reynslu mikill. Þetta leit alls ekki vel út og Andri fann fyrir þessu. En já, ég allavega nokkuð viss að hann hefur ekki látið orð falla dómaran sem slíkan, persónulega ummæli, en Sindri nú fengið fleiri en eitt rautt. Já, eða sem að kannski og eftir á viðbrögð Sindra við síðan rauðaspjaldinu getur hann kannski komið honum í meiri vandræði þar sem hann ítti við dómaranum. Ef hann hefur gert það er hætt við að það fari í skýrslu og gæti orðið til þyngingar á leikbanni. Það er rétt, hann á að vita betur en svo að gera ekki eitthvað svoleiðis fíblalæti. Já, en þetta breytir leiknum eflaust töluvert mikið. Já, það gerir það, en það er alveg svona vestu þetta, ég er ekki sannfærður að hvort þetta hafi verið brot á Sindra. Nei, svo er það. Það er nú heila og menn með að nú líka taka það í reikningi þegar að dæma einhver brot sem eru nú alveg á því tæpasta kannski. Það er nú kannski bara, við getum bara þess vegna óskað eftir því að einhver sem að horfa getur hreinlega bara spólað tilbaka hjá sér og kommentað undir myndbandinu. Já, við erum náttúrulega ekki hlutleysir þannig að kannski einhverju tilfinningar að spila hér inn í hjá manni. Við höfum því miður ekki tækifæri eða tíma til þess að vera að skoða endursýningar en okkar maður heim í stofu segir jú brot og þannig að við erum með sérfræðing heim í stofu líka. Já. Þannig að við verðum bara að trúa því frá okkur séð var þetta erfitt að dæma. En núna er þetta allt öðruvísi leikur væntanlega fyrir Káramenn að vera einum færri hérna í einar 60 mínútur eða svona 50 mínútur á þessum leik og hérna að þá fara þeir nú örugglega að hugsa meira að ná að halda þessu stíi sem þeir eru með akkurat eins og staðan núna. Og tala nú ekki eins og segir eftir 120 mínútur. Já, þá getur þetta orðið svolítið erfitt sko. Hvernig erum við Óskar, hann kominn í miðvörðinn og Eggert Kári dettur þá lítið lengra niður eða hvað? Hann nú ekki allavega eins og staðan núna. Nei, mér sýnst Guðfinnur dettur bara niður af miðinni. Já. Þannig að þá þetta bara 4-4-1, Andri einn fremstur. Rétt mínúta, nú held ég að Káramenn eru bara ánægðir með að fara með þessa stöðu í hálfleik og geta endurskipulagt sig. Guðfinnur leitar að Andra sem hérna í Kaplabyggð hafi og hleypur aftan í hann. Ég gæti trúað að seinni hálfleikur gæti orðið svolítið svona taugatrekkjandi hálfleikur. Já. Ég held að sé komin svolítið hitti í mannskapinn sko. Já, það er mjög hætt við því allavega. Guðfinnur með þennan. Stojkovic, Páll Sindri hérna til að hreinsa þetta upp, Guðlaugur út á Eggert Kára. Já, þar með lokið venjulegum leiktíma í fyrri hálfleik. Einhverja smá viðbætur.
Adam, Já. vel gert Vel hjá honum. Stór hætta og Já, það þetta er er mark! Virkilega, Adam er á þessi 2 mörk. Mate Koric. Skuldlaust eiginlega. Þetta er algjörlega frábær leikmaður. En markið skoraði, segiru, Mate Koric. Já. En eins og ég segi, þarna er yngsti leikmanninn á vellinum í báðum mörkum Fjarðabyggðar búinn að vera arkitektinn. Já. Og svo flautar hann bara til leiksloka og það er kominn hálfleikur, algjörlega hræðilegar síðustu 5 mínútna fyrir Káramenn. Eftir flotta byrjun á leiknum þá er staðan orðin, kom tímabilið sem við höfum getið verið komið 2-0 yfir, staðan er jafnað. Já. Sindri fær rautt spjald og komur undir. Þetta er rosalega vont að fara inn í hálfleikinn svona. Og þetta er markaskorari Guðlaugur Þór sem sagt skoraði fyrir Kára á 15. mínútu, Adam Örn jafnaði á 31. mínútu, einmitt bara réttu mínútu eftir að Eggert Kári hafði komist í dauðafæri einn á móti markmanni og Mílos varði stórkostlega, en síðan í uppbótartíma í fyrri hálfleik skoraði Mate Koric og kom þeim yfir Fjarðabyggðarmönnum 2-1. Þannig að nú verður áhugaverður síðari hálfleikur og erfiður fyrir heimamenn. Mjög erfiður. Ég held að við tökum okkur örstutt hlé. Já, og förum yfir kvörtunarbréf vegna pólitískra áróðurs hér í hérna. Já, við vonum að við höfum ekki stygt neitt alvarlega, en við erum sem betur fyrir þá hættir að blaðra um þetta og hérna njótum síðari hálfleiksins ekki fara langt. IA TV í samstarfi við Omnis tekur sér smá hlé.
Jæja, verið velkomin aftur á IA-TV samstarfi á Amnis á Akranesi. Hér erum við í seinni hálfleikurinn að fara að hefjast milli Kára og Fjarðabyggðar, eins og þeir sem að voru að fylgjast með okkur í fyrri hálfleik vita að þá var fyrri hálfleikurinn kaflaskiptur, byrjaði rólega en svo æstust leikar all svakalega. Káramenn komst yfir 15. mínútu með marki Guðlaugs Þórs og eftir cirka hálftíma leik munnaði engu að Káramenn myndu bæta við öðru marki en í staðinn í næstu sókn og eftir skoraði Adam Örn Guðmundsson jöfnunarmark fyrir Fjarðabyggð. Síðan á kringum 40. mínútu urðu Sindramenn fyrir mikilli blóðtöku þegar Káramenn út af Sindra, já, Sindri Snæfells Kristinsson fekk að líta beint rautt spjald, fyrst gult og svo beint rautt fyrir... Nei, hann lyfti aldrei upp gulspjaldinu, hann ætlaði að gera... Já, var það svoleiðis? Já, og það var Ekki hann að gefa hann rautt fyrir brotið þá? Nei, hann hefði gefið hann rautt fyrir hegðunina, held ég. Já, við erum búin að svona... Já, mér bárust njósnir það hvað hann sagði, allavega vitni sögðu það orðrétt hafðan, ég veit ekki hvort við eigum að hafa það eftir honum, hvort að það hjálpar eða svona þau orð finnst mér persónlega hvort sem að það eru einhverjar áherslur eða ekki. Ef ekki að láta að flakka það sem við höfum heyrt. Við náttúrulega getum ekki staðfest. Það er alveg rétt, en samkvæmt okkar heimildum þá segir hann ég fór í helvítisboltan. Og ef það verðskuldar orðið rautt spjald í íslenskum fótbolta þá held ég við séum á villigötum. En það gæti verið að sé verið að refsa honum fyrir að hann hafi öskraða á dómarann, kannski eitthvað svoleiðis. En síðan náttúrulega hegðun Sindra eftir hann fær rauða spjaldi honum og félaginu Kára ekki til framdráttar sem hann ýtir dómaranum og það er kannski það sem kannski svona leiðilegast við þetta allt saman. Akkurat, hér eru, það er skipting hjá Káramönnum. Inn á að koma Hlynur Sævar Jónsson sýnist mér nummer 11. Hver var það sem fór út af? Er það Guðfinnur? Eða hvað? Já, og Guðlaugur kominn í hafsendinn með Birgisteini og síðan hálfleikur kominn á stað. En svo við klárum þetta nú bara. Ég sem fyrrverandi dómar er mjög hlynntur því að tekið sé á harkalegum mótmælum og dónaskap í garð dómarans, en það verður að fara einhverja skynsamlega línu, annars verður þessi áherslu breyting svo rosalega óvinsæl meðal ekki bara knattspyrnu manna heldur sennilega knattspyrnu áhugamanna líka, og þá er hún dæmd til að mistakast, held ég. En við skulum ekki tjá okkur of mikið Nei, alls ekki. En þetta verður snúinn síðari hálfleikur fyrir Káramenn og það læðist að manni sá grunur að þessar 120 mínútur á þriðjudaginn gætu gert þeim erfiðara fyrir eftir sem líður á leikinn. En engin breyting á liði Fjarðabyggðar svo ég sjái. Liðin eru þannig skipuð þá núna, kannski við rennum yfir að Gunnar Bragi Jónasson í markinu hjá Káramönnum. Hér eru samt Fjarðabyggðarmenn að gera sér líklega, þeir eru margir fram á við. En Káramenn á að númer 5 er Guðlaugur Þór Brandsson fyrirliði, númer 2 Þór Lórens Þórðarsson og Andri Júlíusson númer 7, 8 Páll Sindri Einarsson, 13 Birgisteinn Ellingsen, Óskar Vasilevski númer 15, Guðfinnur Þór Leósson farinn að velli reyndar. Missi Páll, þeir halda honum. Eggert Kári Karlsson nummer 19 og nummer 22 Marin og Hilmar Áskisson. Inn á kominn í hálfleik Hlynur Sævar Jónasson nummer 11. Lið Fjarðabyggðar óbreytt frá því í fyrri hálfleik sem Milos Peric í markinu nummer 1. Síðan eru aðri leikmenn Marin og Máni Atlason sem búinn nummer 2, Milos Vasiljevic nummer 4, Mate Koris nummer 5, Javier Angel del Cueto Chocano nummer 7 og Jóhann Ragnar Benediktsson fyrirliði nummer 8. Aleksandar Stojkovic nummer 10, Milan Stavric nummer 16, Nikola Kristin Stojanovic nummer 20
og Adam Örn Guðmundsson búinn að eiga stórleik hérna 2001 mótel nummer 23 og Hákon Ívar Ólafsson er nummer 24. Adam Örn besti leikmaður fyrir hálfleiks. Hér er gult spjald á Hlyn Sævar. Já. Fyrir hvað? Hann var þannig að braut ekki, þannig að hann hefur líklega sagt eitthvað jafnvel eða eitthvað. Já, það er allavega hann talaði við aðstofadómara. Hlynur rétt búinn að vera inn á Gunnar tæpur hérna í 3 mínútur. Marino leggur hann á Þór. Þór stingur hann glæsileg sending á Þór annað en vel gert hjá Marino hérna í bakvarðarstöðinni. Já, nú skal hann með fá innkast, bolti fyrir Brjáfur. Síðan líka bara svona svo sem ágætt að koma fram, að geta vel verið að Sindri hafi tautað eitthvað sem engin annar nema þeir, þannig að við ætlum ekki að fella neitt dóm. Nei, algjörlega ekki og þetta mun allt saman skila sér í agaskýrslu dómarans en það er náttúrulega stór munur á því að vera vikið að velli með 2 gul eða beint rautt. Það er, veit ekki til þess að það hafi breyst að 2 gul þýði automatist einsleiks bann en beint rautt er tekið til skoðunar hjá aganefnd og eru íðurlega 3 leikir í minnsta, er það ekki? Er það ekki ennþá svoleiðis? Jó, jafnvel gæti þetta farið út af viðbröðum hans eftir spjaldi gæti þetta orðið meira. Káramenn eiga náttúrulega flinka leikmenn fram á við inni á bekknum. Bæði Jón Vilhelm og Ragnar Már sem að komu frábærlega inn í bikarleikin gegn Hetti á dögunum. Kemur stungusending hérna inn á Adam en Birgir Steinn gerir vel. Þór þetta er líklega brot og hann er orðinn spjaldaglaður og það er Adam. Fjarðabyggðarmenn þekkja sig eflaust vel hérna í Akraneshöllinni, allavega hefur mér skilist það að knattspyrnuhúsið á Reyðarfirði sé nánast nákvæmlega eins. Það er það. Það er ágætis aðstæða sem Fjarðabyggð hefur til knattspyrnuleika. Það er bæði höllin á Reyðarfirði, grasvöllur á Eskifirði og síðan gervigrasvöllur í Neskaupstað. Já, það er komið gervigrasvöllur í Neskaupstað. Já, en það má held ekki spila. Er það þar sem malavöllurinn var? Ég náttúrulega kom ekki þarna fyrir en 2015 fyrsta sinn. Það er hérna, hann er hjá hérna íþróttahúsinu. Já, einmitt. Og hérna, en hann stenst ekki staðla, það má ekki gefa hann. Nei. Nefnum bara með einhverjum undantekningum, en þegar Kári og hérna Fjarðabyggð mættist 2015 spiluðu þeir á hann og reyndar. Hlynur. Nei, það er sofandi, hérna það er mikið pláss fyrir Koric sem að stingur hérna inn á Stafrits og hann er í færi, beint á Gunnar. Er ekki að segja vel staðsettur í markinu? Jú, en vissulega beint á hann. Adam með fyrirgjöf. Stojkovic. Vel gert í Óskari. Andri. Já, Káramenn er ekkert að baki dotnir. Marino hérna á flegiferð, en sér hvað Mílos er duglegur að koma út úr markinu. Já, hann er vel vakandi í markinu, hann er svona vel gert hjá Adam. Hann er, það var ekkert aðtöðvægt við þetta. Hann er alveg í svæði sem hann fekk þarna. Stafrits, hann hérna. Það er náttúrulega viðbúið að þeir fái opin svæði. Já, klálega, en þarna fannst mér hann hefur nú mátt nýta þetta betur.
Þetta verður býsna erfiður hálfleikur fyrir Káramenn. Já, líklega. Þeir eru samt, maður sér það þegar þeir vinna boltan, þá horfa þeir fram á við. Þeir ætla ekkert að leggjast og láta vaða yfir sig. Páll Sindri missir hérna jafnvægið. Og eins og við erum komið inn á einum færri og þá hjálpa bikarleikurinn 120 mínútur. Það þurfi þetta en ekki, þannig að Nú náttúrulega liggur Fjarðabyggðarmönnum ekkert á. Nei. Eggert á Andra sem ætlar að reyna að stinga á hann aftur. Marino með tíma til að snúa. Finnur Andra sem að finnur Marino aftur í skotið. Þetta var fínt samleikur. Já, en skotið ekki nógu gott. Nei, en þeir eru að minna á sig. Þeir eru ekkert, alveg að minna á það. Þeir eru hættulegir, þannig að Fjarðabyggðarmenn mega ekkert slaka of mikið á. Nei, alls ekki. Kemur stunga aftur inn á Stavridge. Leggur hann út á Stojkovic. Fín vörn þarna. Adam. Skot beint á Gunnar. Fín barátta þarna hjá Hákon Ívari. Já. Páll Sindri skiptir hérna yfir á Þór. Gulli með langan bolta hérna fram á Þór Lorenz sem að nær boltanum. Reynir hérna sniðugan hluti, býtu við. Þetta er ekki búið. Nei. Innkast, já, hann lætur sér fátt finnast, dómari leiksins þarna. En Káramenn mega nú alveg passa sig að missa ekki mannasiðina. Svo var það Vasiljevic sem að hreinsaði þarna frá og fóturinn fór síðan í Marino sem að og það er gult spjald á hann fyrir leikaraskap gerir ég ráð fyrir. Já, enda sjáum við að hann er ekkert sárþjáður en þarna var hann klárlega að reyna að fiska eitthvað á Marino. Það lítur aldrei vel út svo sem þegar þetta gerist og hotspinna sem að Káramenn fá. Þeir eru alveg að gera sér líklega. Marino pressaði þarna stíft og fer fyrir hann þegar hann hreinsar og fóturinn fer vissulega í Marino. Og það var það sem að Vasiljevic var að reyna að spila inn á þarna. Þór kemur með fyrirgjöfina, hún er lág og hér er Óskar í skotfæri og hann tekur hann innan fótar. Átt framhjá. 2 markskot núna frá Káramönnum á stuttum tíma. Við ætlum nú að freista þess hérna eftir leik að fá Lúðvík Gunnarsson, þjálfara Káramanna, í viðtal hjá okkur hérna. Já, Björn, ég var nú svo sem ekki búinn að segja það við þig en það verður þitt hlutverk. Hlynur tæpur hérna á gulu spjaldi. Þú ert svo góður í. Nei. Ég verð hérna svona á geðið merki þegar þú mátt byrja.
Já, þetta fínn kafli hjá Káramannu núna síðustu mínúturnar. Þeir eru ennþá að spila svolítið langa boltan. Svona reyna að stinga inn á Stavric. Já, þeim hefur tekist að finna hann fyrir aftan vörnina. Guðlaugur, slökk sending hjá honum. Já. Það er svona... Þetta er búið að vera svona frekar þægilegt fyrir Fjarðabyggð undanfarið. Já, þó að Káramenn hefði átt hann að marktilraunir tvær, þá er þær af löngu færi og ekki ógnað markinu. Nei, akkurat. Fjarðabyggð í raun og veru ekki spáð góðu gengi í sumar af þjálfurum og fyrirliðum. Nei. Hvort það verður spáð 10. sæti eða svo, og Káramönnum 7. Þannig að menn hafa mikla trú á Kára í sumar. Já. Nei. Þarna vilja... ég veit, já, ok. Það er hendi held ég þarna. Adam, skiptingur inn yfir, Óskar er alveg með þetta. Finnur ekkert Kára í baráttu við Nikola sem að hefur betur. Fín vörn þarna. Óskar á Andra sem hann er að snúa. Þetta er eitthvað ósáttur. Já, hann fær aukaspyrnu. Já. Þessar löngu sendingar er ekki að virka. Nei. Þessi þó færi sem þeir hafa fengið núna í síðari hálfleik hafa komið upp úr svona snörpu spili eins og þeir eiga til, Káramenn. Óskar tekur þetta niður. Þeir þurfa það er erfitt að gera kröfur á þá. Nei, það þarf líka eitt að gerast núna í Káraliðinu. Menn eru orðið bara svolítið pirraðir. Já. Að láta hluti pirra sig allt og mikið og þurfa nú að fara að einbeita sig bara. Já. Það er hárrétt. Jóhann með innkast fyrir Fjarðabyggð. Páll Sindri tekur hann bara á hnakkan. Nikola inn á Stavric sem að þeir ná að halda boltanum. Þarna kemur nú nokkuð frjálsli tækling en ekkert aðtugavert þarna. Linur hann fær hérna stuðning frá Þór Lórenz. Þór finnur Andra. Andri skiptir yfir, flott skipting hjá honum yfir og Eggert Kára. Þarna vantaði mann í teginn. Það var heldur fámennt. Þeir vildu nú fá hendi hérna á Eggert. Visturingar, en ekki dæmt. Eggert Kári kemur hérna tilbaka og vinnur hérna. Nei. Hann vinnur boltan. Þetta fá bara beint boltan. Þá var það Koric. Já, fín vörn í Óskari. Þetta er hættulegt þegar menn fara svona á stað sko, en hann er boltan. Hefnaðist þarna, þannig að það er lítið hægt að segja við því. Já, þú tekur sénsinn með þessu og hérna borgaði það sig.
En Káramenn náðu að bjarga þessu. Þá kemur Jóhann með innkastið. Langt innkast inn á Marteig. Gríðarlega langt. Birgir Steinn nær að skalla þetta. Stojkovic vinnur boltan hann á hættulegum stað. Vel gert þarna. Já. Ekkert í Kára. Þetta fer upp í loft. Þetta er ekki, þetta er í þriðja sinn sem held ég að þetta gerist hjá Gunnari. Hann þarf að passa sig á þessu. Já. Þetta er dýrkeypt að missa boltan svona. Kemur innkast í átt af Stavridge. En Guðlaugur Þór kemur boltan ekki lengur en á Stojkovic. Hann tilbaka á Jóhann. Koric hendir sér niður. Dómaranum er alveg sama. Vel gert hjá Andra þarna. Eggert Kári. Hlynur skiptir yfir til vinstri. Og Marino tekur hlaupið inn fyrir. Hér er færi, boltinn lendir hérna fyrir aftan Þór. Fór hann ekki í hann hreinlega? Já, gæti alveg verið. Já, þetta var alveg fínt færi. En Káramenn ennþá að minna á sig. Já. Hlynur á Þór, nei, misefni sending hérna. Það kemur Stojkovic. Hann á Koric. Hann sækir hér og allar sér bara í skotið, en það er yfir alls ekki svo gali skot. Nei. Þá sýnist mér Jón Vilhelm Ákason vera að gera sér tilbúin á Kárabekknum. Það var aldeilis fínt að hann kom inn á í síðasta leik. Gjörbreytti leiknum. Og Ragnar Már Lárusson líka, sýnist mér. Og það var sömuleiðis. Já. Mjög fín. Þeir voru samferða inn á í bikarleiknum. Skoru 2 mörk báðir. Og Ragnar Már að ekki lagði upp að minnstakosti 1. Já. Adam kominn hérna inn fyrir Þór. Nær fyrirgjöfinni, en Gunnar vel vakandi. Og finnur hérna Hlyn, hann er undir pressu, gerir þetta vel. Já, nei, hann fær hann gult spjald fyrir þetta. Ódýrt gult spjald. Það er hérna ekki við skiptingin. Já. Marino og Óskar koma að velli. Marino og Óskar byttu nú við. Þá hlýtur nú að vera eitthvað, ég efast nú. Þá er einhver taktíksbreyting. Já, ég held nú að þessi ekki bara að setja Jón eða Ragnar í bakverðin. Nei, ekki nema Eggert Kári detti aðeins aftar á hægri kantinum. Já. Já, Jón Þór tekur hérna spyrnuna. Það er Birgir Steinn sem er skotmarkið og hann hittir á hann. Hlynur út á Þór. Vel gert hjá honum. Kemur fyrirgjöfi inn. Andri vinnur boltan. Kemur honum aftur á Þór. Nikola nær að fara fyrir þessa fyrirgjöf. Hlynur. Nei,
sér á hára ekki. Nei. Nei, herðu, þetta... Vel gert, Eggert Kári. Kemur honum á Jón Vilhelm, þetta hefnaðist vel. Jón, þetta er frábært gert hjá Jóni. En þarna var fín Andri Júlíusson hérna. Herðu nú mig. Hér er eitthvað mikið að gerast. Þetta er að gerast það sem þú varst að tala um hérna áðan. Já, þetta var sem ég grunaði að myndi gerast. Það er búið að svolítið sáfra í honum sko. Já, Andri fær gult spjald fyrir sinn þátt í þessu. Það er ekki eitthvað meira á leiðinni. Jú, þeir tala saman. Dómari og aðstofadómari. Og koma sér saman hver Fjarðabyggðarmanna á einhvern þátt í þessu ati öllu saman. Hvað gerist nú? Það er einhver. Það er annað gult spjald. Býttu nú við hvað. Er þetta Hákon? Já. Hann ætlar að spila eitthvað meira. Sýnist það? Nei. Já, ok. Þá er þetta komið. Já. Sýnist Káramenn vera komnir í hreinlega í þriggjamanna línu. Það sé bara komið þriggjamanna varnarlína á Guðlaugur Þór Brandsson sé einn af afsendunum. Hann er nú miðjumaður á upplagi. Hlynur gerir vel. Já, hann skiptir yfir á Adam. Þetta er verið einhvers konar sóknarskipting. Já, enda líka svo sem ekki miklu að tapa. Menn er ekkert að hugsa markatöluna í fyrstu umferð. En Adam búinn að vera hreint út sagt frábær í þessum leik. Alltaf gaman að sjá unga menn standa sig. Já. Þetta fyrir beint upp í þakkið. Jep. Fjarðabyggð ennþá með óbreytt lið frá því að leikurinn hófst. Já, það er rétt hjá þér. Ég veit ekki hvort við erum að túlka það sem skort á breytt eða hvað. Nei, maður veit ekki. Þeir svo sem hafa enga ástæðu til þess að... Þeir mistu náttúrulega svolítið... Það er margir leikmenn einhvern veginn sem ég hef ekki séð, spilaði ekki í vetur eins og Víkingur Pálmason og Sveit Fannar Sæmundsson og síðan... Er það ekki rétt skil í mér að Fjarðabyggð og Huginn voru saman með sameiginlegt lið í Lengjubikarnum? Jú, ég held að sé rétt hjá þér. Og síðan, eins og ég segi, Stefán Þór Eysteinsson hefur ekki spilað í vetur en er núna á bekknum vissulega. Maður veit nú ekki hvernig formið er á honum ef hann ekki spilað. Nei, þetta er hæpinn, spilamennska. Þetta er ekki gott en þetta enda nú sæmilega. Já, ég er nú á því að Gunnar Einu hreinlega bara frekar að sparka þessu út heldur en að vera með þessar tæpu sendingar. Hér kemur, það er hornspyrna, Stafreits, en einu sinni ógnandi. Sport á skemmtilega gráum hárlit sem að svona kannski villir aðeins á honum heimildir. Fættur 87. Já, það byrja að grána snemma hjá honum. Og hér er mark og það er Stojkovic. Já, þetta var snyrtilegt. Staðan 3-1 og já, erfitt fyrir Káramenn. Úr því sem komið er. Já, þetta var allra sísta sem að Káraliðið þurfti, það er nokkuð ljóst. Brekkan var alveg nógu brött fyrir. En óska byrjun hjá Fjarðabyggð hérna á þessu tímabili í annarri deildinni. En erfið eldskýrt fyrir Káramenn. Já, þetta er svona ekki svona leikurinn sem menn vilja byrja á, sko. Líka, eins og segja, missa
leikmann í bann og Já. svona margt. Þetta ekki beint til þess að auka einhverja stemmingu. Nei, en enga síður það býr töluverður karakter í þessu Kára lið, þannig að við skulum ekki alveg afskrifa en alveg strax. Alls ekki. En Stojkovic nær að reynsa þetta frá, Páll Sindri nær honum aftur, leggur á stað, aðþrengdur, Kvaric, Páll, Gullur. Já, bolti byrjáður. Þetta nú kannski það sem leiðilegt við að spila svona innanúrsbolta að boltinn Já, það eins og ég var kominn á þann, það verið að spila 2 leiki í Mjólkurbikar, eða 4 leiki í Mjólkurbikar kvenna í dag. 2 þeirra hafnir, 75 mínútur liðnar þar og þar meðal annars Fjarðabyggð Höttur Leiknir að spila og að sigra Völsungu eins og staðan núna 4-2. Við erum ekki með markaskorarana úr þeim leik. Boltinn hér út af. Það spurning hvað Káramenn geta gert þessar síðustu 16 pluss mínútur sem eftir eru. Jón Vilhelm. Það leið 1 og slökkur Rangstad. Það endalaust svona flakk með þessa rangstöðureglu. Einhvert árið var rosalega áhersla lögð á að maður sem að snertir ekki boltan hafi ekki áhrif á leikinn og sé því ekki dæmdur rangstæður. En svo önnur ár hefur það verið allt annað og kemur langur bolti frá hann, Birgir Steinn sterkur í loftinu sem fyrr. Eggert aðþrengdur þarna, Kvaric en Guðlaugur gerir vel, finnur Jón Vilhelm sem að snýr Ragnar Már hérna úti vinstra megin. Páll Sindri sér það. Ragnar slök sending hjá honum hérna út á Hlyn, en Hlynur nær síðan boltanum. Margir Káramenn fram á við. Jón Vilhelm reynir hérna, Henrik Javier Angel sá við honum hérna. Jón Fjarðabyggðarliðið núna fellur vel niður, lokar vel svæðum. Ragnar gerir vel, missir hann út af. Það er náttúrulega spurning hvort við getum ekki litið, ef að þetta verða úrslit leiksins, að við getum litið á það sem svona kannski svona ákveðin fyrirboða. Síðast þegar þessi lið mættust í deildarleikjum tveimur, að þá sigraði Kári sinn heimaleik en féll síðan sem neðsta lið þriðju deildar og Fjarðabyggð vann þá deild. Já, minna þannig að ég veit ekki hvort að fall sé farar heill, en það er eins og sem Páll Sindri hér með fínan sprett. Fínt skot. Já, nær ekki að halda þessu niðri. Nei, ég segi svona sko. Þannig að við séum ekki að mála þetta á svörtur litum. Nei, minna það er algjörlega þegar að vera mála einhverjum alltaf svörtur litum svona fyrsti leikur, en
En eins og þú segir, ég held að menn hafa nú vonast eftir annarri byrjun. Já, alveg klálega Og það eru erfið leikir framöndan. Allir leikir svo sem erfið þessari deild. Frábærlega gert hjá Jóni Eggert Kári. Jóhann Ben kemst þarna á milli. Hákon gerir vel. Já, frábærlega spilað. Koric á Adam, en Þór nær að verjast þessu vel. Nikola nær ekki að valda boltanum. Páll á hlinn. Stungusending hérna inn fyrir, en Jóhann Ben nær að lesa þetta vel. Já, fín mörk hjá Guðlaugi hérna. Andri. Þetta er erfitt að brjóta þetta niður, þessa vörn. Vel gert hjá Andra hérna, finnur Jón Vilhelm, en frábær vörn hjá Javier. Þetta er flottur sprettur hérna. Koric á flegiferð. Já. Kemur með boltan hérna yfir á Adam, en vantar stöðning hérna. Ragnar Már stingur hérna inn á Pál Sindra, en aðeins svo langt. Já, aðeins svo langt. Já, komið svolítið framalega, já. Það er skipting hjá Fjarðabyggð. Já, út á kemur. Það er Stavric, sýnist mér. Sá hann eitthvað. Það er tvöföld skipting eða eitthvað. Haldum kálvan á sér, nema þessi að fara á sér bara vatn. Já, það er rétt. Nei, mætti svo smáli fara 3 út af og einn inn á. En hver er það sem er að koma inn á? Það er vantar okkur myndavél hinum megin. Nei, þetta á 19. Leikmaður númer 19. Já, Aron Sigurvinsson. Aron Sigurvinsson, er hann ekki ungur sýnist mér? Aron Sigurvinsson er fæddur 98. Það er nefnilega svolítið tölur fjöldi af bara strákum sem eru í öðrum flokk. Já. Sem spila. Eða svona það er einmitt það sem maður hefur heyrt að fyrir austan vantar ekki mannskapin í aðra flokkana, Höttur til dæmis með stóran annan flokk. Já. Og það er hellingur að gerast í fótboltanum fyrir austan, það vantar ekki. Og frábærlega að spila hérna beinskeitt hjá Káramönnum. Jón. Andri missir hann. Vel gert hjá Jóni Vilhelm, vinnur boltan hérna á góðum stað, snýr, kemst í skotfæri og það er í varnarmann. Javier var fyrir þessu. Það kemur Adam. En þetta er of innanlega. Vel spilað. Ragnar Már á flegiferð hérna. Nei. Jói Ben kemst á milli. Innkast. Þór. Fullt af rauðum treyjum í teignum. Flott sending. Þetta var góður bolti. Jóhann hreinsar þetta frá. Hlynur heldur þessi inn á. Kemur honum á Þór.
Guðlaugur síðan með langan hérna inn fyrir og Mílos út úr markinu. Hann gefur sér tíma í þetta. Kemur svo langur hérna fram, Þór vinnur þennan skallabolta, hann aleinn. Já. Ragnar fær hann hérna út í vinstra megin. Finnur Andra sem að snýr. Páll Sindri, Hlynur, þetta vel spilað hjá Káramönnum. Já, það vantar ekki. Út á Eggert, en Jóhann enn einu sinni að vera erfiður hana. Það var skipting hjá Fjarðabyggð. Ég get ekki betur séð en það sé Stefán Þór. Mér sýndist að vera númer 6. Það sjá, jú, þetta er Stefán Þór Eysteinsson. Stefán Þór Eysteinsson. Og út að kemur nýji leikmaðurinn, Hákon Ívar. Gott fyrir Fjarðabyggð að fá Stefán Þór aftur í liðið. Lék 19 leiki með þeim í deildinni í fyrra. Og hann hefur bara verið með þeim bara áratugi eitthvað, ég veit ekki hvað, allavega hann hefur farið upp og niður með liðinu alveg. Já. Hann hefur spilað í flestum deildum. Já. Marino kemur með langan hérna í átta Nikola sem að kemst í boltan, gerir vel. Þór stoppar hann en Stojkovic kemur hérna, reynir fyrirgjöf og fær hornspyrnu. Ætla að Fjarðabyggð að menna að strá salti í sár heimamanna. Kemur hornspyrnan og þarna er hætta, en þetta er út fyrir. Gunnar ætlar að koma að þessu bara, nei. Það er allt vitlaust í Káraliðinu. Það fannst hann gefa sér fullmikinn tíma þarna. Þór aleinn. Kemur svo með hann hérna í áttina Jóni Vilhelm sem að kassar hann niður. Andri í fyrirgefa stöðu, kemur með hann, þar er Ragnar Már, nær að snúa. En þetta er aðþrengdur. Nei, hann grípur hann. Mílos greip þetta. Það koma Östuringarnir, Nikola, no pláss og skiptir hérna inn á Stojkovic. Þeir eru 5 á 5. Kemur með henni á fjær. Adam með frábært mark. Kórónar stórkostlegan leik sinn hérna. Og ég ætla bara að gefa, býtu nú við, hvað er í gangi? Fagnaðarlætin var ekki löng þar sem hann liggur leikmaður Fjarðabyggðar hér í teiknum, ég veit nú ekki hvað gerðist. Nei, ég veit ekki hvort það var verið að, mér heyrðist þetta hljóma eins og einhver ætla að dundra boltanum fram en hann hafa orðið fyrir. Þú meina það? Ekki að ég viti það og það er gullspjald á Eggert Kára. Sjá ekki hvað gerðist þarna, en ég ætla bara, þótt að séu 3 mínútur eftir að venjulegum leiktíma ætla ég að útnefna Adam Örn Já, alveg klálega búinn að skora 2 mörk, leggja upp 1 og verið bara virkilega skemmtilegur á að horfa. Mig grunar það að þessi leikmaður verði komin á einhver stærra sviði jafnvel á næsta ári. Já, það er ekkert ólíklegt. Allara út frá þessu leik að dæma. Já, það verður erfitt fyrir Káramenn að rífa sig upp núna upp úr þessu. Já, þetta er svolítið fúlt að fá þessi 4 mörk
Kemur langur bolti hérna í áttina Andra en Milos gerir vel í markinu. Hann öruggur og náttúrulega má með góður rökum segja að það hefði verið kannski vendipunktur í leiknum þegar hann ver frá Eggerti Kára þarna á 30. mínútu eða svo. Algjörlega, það er staðan þá 2-0. Það hefði verið allt annað leikur sko. En þannig að hann hefur staðið sér mjög vel líka, það er ekki það. En bara, já, Fjarðabyggð bara skilið að vera hér. Yfir. Já, hér kemur Jón Vilhelm. Þó svo Káramenn hafi kannski verið þeir sem hafa kannski verið að halda boltanum og þá hafa bara sóknir Fjarðabyggð að verið markvissari og hérna. Hér er Aron dæmdur rangstæður réttilega. Og þá sérstaklega eftir rauðarspjaldið þar sem hefur opnast töluvert fyrir menn fram á við. Það gekk lítið framan í fyrri hálfleik hjá Fjarðabyggð að sækja en þegar rauðarspjaldið kom þá opnaðist töluvert. Það má gefa þeim það að þú veist, það er ekkert sjálfgefið að ef þú ert einum fleiri að þú nýtir það. Þeir hafa gert það virkilega vel. Mjög vel. Og náða refsa Káramönnum fyrir það. Hér er Eggert Kári í baráttu við Jóhann og það endar í hornspyrnu. Myndum alveg þykja sárabóta mark hérna í lokin. 89 mínútur á klukkunni. Og Birgir Steinn í baráttunni en þetta er markspyrna. Já, það verður fróðlegt að heyra hvað Lúðvík hefur að segja þennan leik því að eins og maður segir, staðan kannski lýsir ekki alveg fullkomlega því hvernig þessi leikur hefur spilast og í rauninni er svona óþarlega harkaleg fyrir Káramenn. Já, klart mál. En hér er bara heiðurskipting. Já, það er Adam Örn. Adam Örn, maður leiksins að fara að velli og í hans stað kemur hver? Þessi Mikael Nathan Róbertsson heldur Fjarðabyggðar sérfræðingur okkar hér í settinu. Já, það er nú vont eða Jú, það er rétt hjá þér. Þarna var 90 mínútur konur á klukkuna, bara viðbóta tíminn eftir. Það er að ljúka töluverði sigurhrinu hjá Káramönnum, já. Ákveðin svona wake-up call fyrir þá mögulega. Já. Búin að vera mjög sigursælir á þessu ári í Lengjubikar og bikar. Mjög svo. Þetta er svona eiginlega fyrsti skellurinn sem Kári er að fá í ár. Vonandi sá eini. Já. Nikola gerir virkilega vel. Kemur á Stojkovic sem að vippar aftur inn á Nikola en góð vörn hjá Þór. Já, byttu nú við. Og Gunnar fellur til jarðar. Það var eitthvað samstöðu þarna. Kemur hótspyrnan, ekki ætlaðir að fara að bæta við hérna, jú. Það er Javier Angel Chocano. Já, sem bætti við marki og 5-1 er hrikaleg úrslit. Já. Það er ekki gott. Veistu hvernig næsti leikur Kára er? Og móti hvernig það er? Já, ég get fundið út úr því nokkuð eðlega. Ég kann að það bara
Næsti leikur þeirra næsta komandi laugardag á Austurlandi, Seyðisfirði. Já, langt ferðalag framundan. Gegn liði Huginn sem töpuðu í gær, ef maður rétt. Og þá flauta til leiksloka. Ég ætla, Björn minn, að senda þig út á völl að reyna að grípa Lúðvík Gunnarsson. Ha? Já, þú meinar. Þú fer þá yfir markaskorarana með hann og gefur mér síðan merkið þegar ég má byrja. Já, hvað er þetta á? Já, meðan Örn að fara, við skulum bíða eftir, hann að fara hér og reyna að ná Lúlla eftir hann skell sem Kári fekk hér á heimavelli, 5-1, þó svo að Fjarðabyggð að sannarlega átt skilið að sigra hana leik, þá 5-1 svona, kannski full mikið, en það voru Káramenn sem byrjuðu leikinn á því að skora eftir korter, Guðlaugur Þór, og Kári var hársbreitt frá því að komast í 2-0 á 30. mínútu þegar Eggert Kári komst einn í gegn, en Mílos varði vel frá honum og strax í næstu sókn á 31. mínútu opnaði Adam Örn markareikninginn í sumar með flottu marki og skömmu eftir það mark fekk Sindri Snæfells Kristinsson rautt spjald sem var ákveðinn vendipunktur í leiknum og opnaðist mikið fyrir Fjarðabyggð og sóknir þeirra urðu töluvert hættulegri en Káramanna og það var Koric sem skoraði og kom Fjarðabyggð 2-1 rétt áður en að flautað var til hálfleiks og síðan bættu Fjarðabyggð 3 mörkum í seinni hálfleik, 2 undir lok leiks og unnu leikinn 5-1. Adam Örn var einn af þeim sem skoraði, hann skoraði það mark á 87. mínútu, klárlega maður leiksins hann Adam, og það bara örstutt þangað til við fáum að heyra í Lúðvíki Gunnarsinni á vellinum. Hann að koma hér í viðtal til Ödda. Svo ég segi það, þá var þessari útsendingu stóðu, það var ég, Björn Þór Björnsson, sem lýsti leiknum með Erni Arnarsinni, sem stjórnaði einni útsendingu og ætlar að taka viðtalið, og á myndaflinu var Arnar Óðinn Arnþórsson og það næsti leikur Kára, eins og ég sagði áðan, á Austurlandi, Seyðisfirði gegn liði Hugins sem fengu skell í gær á móti Þrótti Vogum 5-1, en hér Lúðvík Gunnarsson komið með, Örn Arnarson komið með Lúðvík og við kemum boltan yfir. Já, Lúðvík Gunnarsson kominn til mín. Þetta var ekki kannski byrjunin á tímabilinu sem að þið voruð að vonast eftir? Nei, það alveg rétt hjá þér. Það gott að fullyrða það að þetta sé ekki óska byrjun, en fullt að leikjum eftir og ekki segja bara fall sér fara heill. Já, við skulum vona það, en sko ég verð nú að segja það allavega frá mínum bæjandi sem sé, þá 5-1 staðan, hún kannski segir ekki nema brota af sögunni úr þessum leik. Já, ég get alveg tekið undir það. Ég held að við náttúrulega tókum smá séns undir lokin, skiptum í
inn sóknarmanni og fækkuðum vörninni en samt sem áður eftir það heldum við áfram að sækja og við fáum í rauninni 2 mörk í andlitið eftir fast leikadreið sem ekki þá þeirri skiptingu kannski eða þeirri breytingu að kenna. En já, ég meina við vorum heldur með boltann og við fengum kannski ekki mikið af færum en við vorum töluvert meira með boltann. Kannski leðu þurr okkur að hafa hann, ég veit það ekki. Það er ekkert óeðlilegt með stöðuna sem var. Verandi einum færri þarna í 50 mínútur, hversu miklu máli skiptu þessar 120 mínútur á þriðjudaginn í bikarnum á móti Hetti? Örugglega miklu. Ég held að það hef ekki auðveldað okkur verki að vera manni færri í dag í svona stórum hluta leiksins. Það kemur alltaf slemt að missa mann út af en ég meina þetta kemur til dæmis að snemma og fullilega verðskuldað skilst mér. Þannig að ég er svekktur út í Sindra út af þessu. En þetta gerir verkið erfiðara fyrir hina og eins og þú segir, það er ekki auðvelt að hafa að spila 120 mínútur í vikunni. Herru, takk fyrir spjallið, gangi ykkur vel í framhaldinu. Þá förum við nú bara að segja þetta gott héðan úr Akraneshöll í dag. Sorglegt tap Kára, en þetta er vonandi bara byrjunin á skemmtilegu tímabili hjá þeim. Við á IA-TV í samstarfi við Omnis. Þökkum fyrir okkur, Örn Arnarsson heiti ég, með mér var Björn Þór Björnsson og Arnar Óðinn Arnþórsson var á myndavélinni. Þangað til næst, verið sæl.